Góðan dag og velkomin aftur. Við erum komin á staðinn sem að erum nú líklega að fara að kannast við mörg hver er og hvað málið hér snýst. Og það er í sjálfu sér ekkert slæmt að vita allavega inn á milli hvað málið snýst. Svo ekki séum við kannski alveg með þá á hreinu hvað efni verður valið í dag. Og það gerir okkur bara svolítið spennt því að og kannski vekur það einhverjum áhuga á að hlusta. Ef þú vilt ekki hlusta á þetta andlit, þá skaltu bara hverfa af vellinum og leggja kapal. Því að ef þú ert á þeim stað í þessum hugleiðingum, þá hefur ekki enn fundið Guð. Og það er öllu alvarlegra. Því þetta snýst ekkert þennan mann en annan. Þetta snýst Guð í þínu hjarta. Þannig að það er ekki okkar áhyggjuefni, það er bara einstaklings áhyggjuefni og sem segir mér það að það er ekkert allir sem finna Guð. En þeir vilja gjarnan gera það, en að því að þeir fara enn í manngreinarálit, svona alvarlegt af manngreinarálit, það er að leggja í kapal. Við erum ekkert að velta þessu neitt fyrir ykkur. Leyfið þið bara þessu að þróast með ykkur betur og komið þið svo. Og þá komið þið ekki til þess að fylgja þessu manni og hinum, þið komið vegna þess að þið ætlaði að fylgja lifandi Guði. Þetta er nú svona góður boðskapur að þessu leyti til sem segir okkur svo margt málið og hvað málið snýst. Þetta snýst aldrei fólk. Þetta snýst bara aldrei fólk, heldur lifandi Guð. Þannig að við höldum áfram sem erum í verkinu vegna þess að Drottinn er að biðja okkur það. Hann er að bjóða okkur það. Ef þú vissir alla tilraunir þessa einstaklings til þess að koma sér frá þessu, þeir hissa. En hann hefur ennþá látið undan því að gera vilja Guðs vegna þess að hann á til trú í hjartanu sínu. Hann er búinn að finna Guð af því að Guð fann hann fyrst. Hann er ekki að leita Guði af því að hann þekkir Guð. Hann veit hver hann er og hann fylgir ekki manni. Hann fylgir þessum Guði sem hann þekkir. Það er nú málið. Annað er að styðja. En einnig það getur verið umhugsunarvert þegar sumir styðja menn. Ég styð ekki menn, ég styð Guð. Af því ég valdi Guð, af því hann valdi mig. En við erum auðvitað alltaf innan fólk. Og það er eitt af því sem við lærum af því að vera í kirkju, lesa orði Guðs og annað, að við förum að sjá skipulag í honum. Og við náttúrulega höfum lært það að við þurfum að styðja þetta skipulag. Og í þessu skipulagi er forysta og við styðjum hana. Svo fremi sem hún fari eftir vilja Guðs. Það stoppar stuðningurinn. Þannig að þú sem ert að koma í kirkju skalt ekki byrja á því að vera með eitthvað fólk í öndvegi, finndu Guð. Leyfðu honum að finna þig, opinbera þig, þá veistu alveg nákvæmlega til hvers þú ert að fara í kirkju. Þannig að vertu bara heim og legðu kapal ef þú ert ekki með þetta á hreinu. Því þú veist ekkert hvað kirkjan snýst á meðan þú ert þarna. Já,
nú var strákurinn vondur við þig, eða ekki? Ég er að segja það sannleika. Þannig er þetta. Þetta er það sem við þurfum að vera og gera og vita og vilja. Þá veitum við líka hvað við erum að gera og að hverju við erum að þessu. Og það er ekki alveg ónýtt að vita af hverju við erum að gera þetta og hitt. Við þurfum það. Og þeir tímar í dag að það er í raun og veru ekkert pláss inn í söfnuðunum fyrir svona feik eða leikaraskap. Við skulum taka þetta alvarlega sem við erum að gera. Svo fylgjum við Guði og við styðjum hjörðina sem hann er með á þessu stað og hinum. Pælum ekki neinu öðru. Og að því að trúin hefur nú fengið að þróast og vaksa hjá okkur í rétt átt, þá sjáum við bara heildarmynd. Þetta samansettum að misjöfnum einstaklingum, en heildarmynd sem hefur sama markmið sem er að fylgja Guði. Guð er ekki í röðum mannana. Eða Guð með öðrum orðum er engin maður. Hann er sér persónuleiki sem við horfum á. Og þeir sem að þekkja hann, fengu það gjöf að þekkja hann. Og þú getur fengið þessar gjöf líka. En vertu viss, þegar þú ert komin á þennan stað, þá ertu ekki að fylgja manni. Þú ert að fylgja Guði. Ef að ég get fylgt Guði, sem ég geri, þá getur þú það líka. Og meðan þú ert á þeim stað að sjá Guð í þessari manneskju hinnin bara sumum, farðu bara heim og legðu kapal. Því að þú ert hvort er ekki á réttum stað. Guð á fullt af fólki sem hann er yfir. Þú þarft að þekkja þennan Guð sem er yfir. Og það að þekkja hann er gjöf, ekkert annað. Taktu nú val. Hvort ætlar að gera? Leita uppi hinn sanna Guð eða einhverja manneskju sem þú ætlar að fylgja. Sumir hafa gert þetta og ég lofa þér því að ég heldur séu ekki hjá Guði í dag. Hvar þeir eru? Já, segðu mig það. Vitum við það? Ég er ekki viss að við vitum það. Akkur fór þetta svona? Þeir fylgdu alltaf manni. Það var nú það sem gerðist. Guð var aldrei sá sem að þeir voru að fylgja. Því hann er sérstakur persónuleiki. Og hjartað þitt, andi þinn, mun opinbera þér hver hann er. Og þú fer að elska orð Guðs. Þú fer að elska það að þekkja hann betur í gegnum orð Guðs. Og svo að þessu kemur kærleikur til fólksins sem fer svo að elska. En þú ert ekki lengur að leita að einhverjum Guði þar til að fylgja og festa hendur þínar í. Við þurfum að vita hvernig þetta virkar. Þá erum við ekki að gera okkur einhverja grillur einhvað sem virkar hvort þið er ekki. Akkur erum við að tala þetta? Af því að við erum að sjá þetta aftur og aftur gerast. Og kemur inn fólk og maður segir við sjálf og segja, já, einn enn sem er að leita manni til að fylgja. Ég segi við hann, legðu bara kapal heima við þér. Því að þú finnur ekki Guð í neinum manni eða konu. En svo vorum að segja, Guð er sérstakur persónuleiki sem þú þarft að vita af og hann
mun opinbera sig sjálfur og þá velkist þú ekkert í neinum vafa hver hann er. Þannig var hjá mér. Ég bara satt einsamall og allt í einu vissi ég hver Guð var. Sem sagt ég frelsaðist. Og meira, ég vissi frá því andartaki að hann hafði skapað heiminn og jörð. Að allt var þetta til fyrir orð Guðs. Og þetta kom til manns sem þá hafði vart lesið stafkrók í Biblíunni. Svona Guð. Þetta er svo Guð sem ég er að segja þér frá. Hann er hættu að fylgja manni. En það er ekkert gagn af því að fylgja manni. Ekki fyrir þig, ekki fyrir hann sem þú ætlar að fylgja það hann. Það er ekkert gagn af því. En þú hins vegar sem trúi manneski þá styðuru til að mynda starfið sem drottin er með. Það er allt annað mál. Það er rétt breytni. Og þú vilt halda utanum þann söfnuð til að mynda sem þú tilheyrir. Það er rétt að gera það. Og það er ekki að því að þú styður mann, það er að því að þú þekkir Guð sem þú ert til í að gera þetta. Það er hann sem gefur upp allan kraftin og kjarkin og þorið sem þarf í þetta og hann kennir leksíuna einverðungu upp úr orði Guðs. Það skal vera grunnurinn að allir annari kennslu og þekkingu sem þú átt. Ég man eftir því, ég er nú búin að vera lengi í þessu, að ég náttúrulega átti Biblíuna fljótlega eftir að ég frelsaðist. Og svo fór ég að leita í einu og aðra bók sem að, ég annarkoð mér var bent á eða ég bara fann og fannst áhugaverð eftir hinn og þessa menn. Og þeir gáfu manni vissulega margar gjafir. En einhvern veginn þá fjarar undan þessu öllu og í dag les ég bara eina bók. Hún heitir Biblían. Það sé ekki 20 ár síðan ég lagði allar þessa bækur frá mér og ég les bara Biblíuna. Það var alltaf að maður fletti í ritum eða svona þessum smáritum lengur. En maður gerði þetta á sínum tíma og allt saman vissulega hjálplegt. En einhvern veginn gekk það sér til húðar. Og ég held að það sé ekkert að því. Ég held að það sé eitt besta mál vegna þess að þetta er bara þroskaferli þitt sem er að færa þig af stað svona sem þú ert að svona ekki alveg viss Guð yfir í það að vera alveg viss. Og þá bara segirðu við sjálfum þig, hei, þetta er orð Guðs. Ef þetta getur ekki leitt mig, hvað þá? Þú veist hver Guð er. Ég leitaði ekki að Guði og ég fylgdi reyndar aldrei mönnum. Eða ég held ég sé nú örugglega að segja rétt þar, allavega hefur það ekki verið í mörg ár. Í 20 ára, fljótlega eftir ég frelsaðist, þá sá ég hver Guð er vegna þess ég þekkt hann strax. Þannig að maður kannski hefur forréttindi yfir marga þýleiti til að ég fekk strax þess að vissu hver hann er. Og það er haldreipi sem hefur gefið mér alveg rosalega mikið. Þetta er auðvitað bara eitthvað sem Guð ætlaði mér. Og ég og þessi Guð sem ég kynntist þá, við erum enn að starfa saman. Ég fylgi honum, ég lít honum. Og hann drífur mig áfram í það sem hann ætlar mér að gera. Trúði mér, hann hefur oft þurft að drífa mig áfram. Ég er ekki kannski alltaf, oft er ég nú fyrstum að þetta rétt upp hendi, en það er bara stundum. Ég er líklega eins og þú að því leyti til. Sumir segjast bara að hlaupa leið og þeir fá eitthvað frá drottni, ég er ekki að segja að þeir gera það ekki.
En ég held þeir séu bara alveg eins og ég. Að þeir þurfa að glíma við þetta glímu alveg eins og hver annar. Og svona í hinu orðinu, þegar þeir eru svona ekki alveg eins borbrettir, þá kemur þetta líka fram. Og ég oft þurft að íta hressilega á sjálfa mig til þess að gera eitt og annað í Jesú nafni. Þetta er það sem Drottinn er með. Þetta er það sem hann hefur til að móða úr og vinna með og hann vinnur með þetta. Því allt sem hann gerir er fyrir hendur og munn manneskju. Þannig að þú sem ert að leita Guði í manneskju, hættu því. Legðu bara kapalanga til þú áttar þig betur á hvað máli snýst. Því þetta er hvort þið vinna að gera þetta svona sem mun aldrei skila þér þeim árangurum sem þú vilt fá. Gerðu þetta bara rétt frá byrjun og þegðu ráð reynds manns í Guði með þetta. Hann fann þig, alveg svo hann fann mig og hér er ég að tala Guðs orð. Þú vilt þetta og hitt frá Guði, þið líst vel á sumt sem þú heldur að sé í Guði. Kannski verður allt öðru sér þegar þú ert búin að fá það. En það er auðvitað samt líf í Guði. Þegar þú ert komið með fylltur heilugum anda, þá ertu komið lífið og það verður ekkert frá því tekið. Þú ert hólpinn. En þegar þetta hefur gerst, þá er það vegna þess að þú ert farin að sjá Guð öðru sem þú gerðir. Núna veistu að hann er einn og þú ætlar að fylgja honum og með þeim sem hann velur handa þér. Hver á eftir sem að staðan kann að vera. Það er þá sem þú sér það að hitt er ekkert að ganga upp. Hann heitir Jesús. En hvað heitir manneskjan sem þú vildir heldur fylgja? Mér var það ekkert það. Ég segi, konungur konungana heitir Jesús. Þú ferð ekkert neitt skemmri leiðina sem að hann hefur. Þú verður að fara í fótsporin hans. Það er mér gefið, það er okkur öllum gefið og þetta er svo leið sem að hann hefur handa okkur. Hann hefur enga aðra leið. Ef þú vilt þiggja hana, þá líka ferðu í þau fótspor sem hann hefur áður búið til. Og þú ferð að þekkja það sem hann er að gera og þú ferð að virða það sem hann er að gera og ferð að virða auðvitað fólk, því okkur ber að virða fólk, en þú trúir á Jesú. Þú segir við sjálfan þig og kannski aðra, honum ætla ég að fylgja, honum einum ætla ég að fylgja. Og ef að Drottinn vill, þá gefur hann þér þessa fullvissu að þú veist hvar þú stendur og hverju þú tilheyrir. Kannski er það á reiki hjá allt og mörgum að þeir vitað ekki með sjálfum sér hverjum þeir eiginlega tilheyra. Og það er sennilegast og líklega af því að þeir hafa aldrei einhverja hluta vegna leyft Drottni að kynna sig fyrir þeim. Kannski hafa þeir aldrei spurt almennilega að því, Drottni, hvernig get ég þekkt þig betur? Það er svo margt sem að við getum verið að glíma við. En í þeim tilvikum fullyri ég að það er ekkert gagnað þessari trú ef þú ætlar að trúa henni með þessum hætti. Og orðið segir sjálft, Guð er einn. Guð er einn. Hvað merkir það? Guð er einn. Og þú veist hvað áttir við þegar sagt er einn. Þetta er nú ekki flóknara þetta. Að taka við þessu strax er gríðarlegt atriði
Og að taka við þessu nafni Jesús strax lykillinn að því að þú eignist það sem að Drottinn hefur fyrir þig, sem allt nægtir að öllu leyti. Þú fylgir ekki manni, þú fylgir Jesús. Og verið þá það skipulag sem hann hefur gert. Hann bjó sitt skipulag mönnum. Og að því hann bjó sitt skipulag mönnum, geta þeir líka skilið og átta sig á hans skipulagi. Það ekki flókið. Það einfalt, vel uppsett, sem mjög gott að fara eftir. En förum eftir því. Það eitt af því sem við lærum mjög fljótlega upp á bara fyrir okkar gang sjálfan að gera þetta með þeim hætti að þetta sé allt saman eins og hann setti niður. Þú sérð, ef þú ætlar að fylgja manni, myndu aldrei ná þessu. Aldrei. Þannig að þú skalt bara vera áfram að leggja þinn kapal. Hvernig líst þér á svona kennslu? Ég veit ekkert það hvernig mönnum líst og eitt og annað. En þetta það sem að Drottinn vill segja í dag. Og mitt hlutverk að tala það sem hann vill segja. Þessna líka notar hann með enn þann dag í dag. Hann veit að ég tala það sem hann vill segja. Og ég trúi því að það sem hann vill segja sé réttur boðskapur. Og ég trúi því að það sem hann vill segja sé hjálplegustur boðskapur allra boðskapa það hvað það að trúa. Þú trúir á Jesús og ætlar að fylgja honum einum. Þú leggur ekki hattinn á höfuð manneskju, þú mátt svo sem alveg gera það þú vilt, ekki til að fylgja henni, því að þú ætlar að fylgja Jesú. En þú styður fólki í kringu sem allt annað mál. Það skulum við gera, það eigum við að gera, veistu af hverju? Til að friður haldist á milli okkar. Hann kannski eitthvað sem skiptir engu máli? Ég spyr þig. Skiptir friður innan samfélagsmáli? Og þú veist að það skiptir öllu máli. Friður býr til kærleika. Þess vegna líður vel inn í samfélaginu. Af því þú finnur þennan kærleika. Af því að fólki þannig stemt, það vil hafa þennan kærleika, veistu af hverju? Fyrir sig sjálft. Og það stuðlar hann að honum, byggir undir hann, hlúir að honum. En það vil hafa hann kláran þar þegar það kemur. Og hvað segir þetta meira? Trúaður maður biður fyrir fólkinu í samfélaginu. Einmitt til að Drottinn viðhaldi þessum kærleika. Þetta gerir þú ekki, minn kæri, ef þú ætlar að fylgja manni. Þá líklegt að einhverju þarna í hópnum séu eitthvað sem þeir jafnvel nöp við. Þannig nú sér að þannig nærðu aldrei upp neinni alvöru trúar vitund. Aldrei. Og þetta því miður eitt baráttumál og vinna innan safnaðar til þess að hann haldist upp réttur sem söfnuður Guðs. Og þessi vinna þetta heldur áfram að því ég og þú erum í söfnuðinu.
Ég meina, fólk í söfnuðinum og það bara eins og það eins og þú. Misjöfn og milli dagajafnar. Þetta það sem Drottinn vill að við vitum gerum okkur grein fyrir og áttum okkur á, því að þetta eru lykilatriði fyrir trúargöngu mína og þína. Það að vita 100% hverjum við erum að fylgja. Ég segi, ef þú vilt vita þetta, þá heitir hann Jesús. Þú ert kannski með eitthvað nafn, mannsnafn eða konunafn í huga. Slepptu því. Fylgdu Jesú. Og hann kemur þig fyrir á þeim stað sem hann vill að þú sért á. Hann hefur sýnt mér hvar ég á að vera, þannig ég velkist ekki til neinu vafa það. Sama mun hann gera fyrir þig. Því að þú sem trúir hvers þú þarft þetta andlega heimili. Þú átt heimili, en þú þarft líka að eiga þetta andlega heimili. Og það söfnuðurinn, þegar hann kemur saman, þá hann orðinn þetta andlega heimili fyrir þig. Guð í öllum þessu hjörtum. Guð sem þú trúir á í öllum þessu hjörtum í kringu þig. Og þú þakkar honum einu fyrir það sem hann hefur gert fyrir þig. Því það engum öðrum að þakka. Hann ekki búað þér til einhverja mynd sem ekki til, nema í fögrum kolliðinu. Og hann nú ekki alltaf að segja okkur eingöngu satt og rétt. Kann að vera að hann gerir það inn á milli og gerir það nú örugglega inn á milli, en það aldeilis ekkert alltaf sem svo Þetta eitt af því sem við lærum á trúargöngunum mjög fljótt. Og ekkert minna heldur það, mjög fljótt. Þannig að við erum að fá góða kennslu í dag og við erum að fá áhugaverða kennslu í dag sem aðeins svona ýtir við okkur að því leyti til á hvað við erum að trúa. Við segjumst trú á Jesú. Margir trú á hann auðvitað. Og margir fylgja honum líka eftir. Það að trúa á Jesú. Það að fylgja honum eftir. Þú þarft að eiga skýra mynd af Jesú í hjartaðinu. Þannig að þú fylgir ekki manni. Breskum manni. Já, breskum manni. Þú þarft ekki að horfa annað en í einn barm til að vita hvað átt við þegar að tala breskan mann. Hann þú, hann ég. Þannig að við ætlum ekki að fara með sjálfu okkur þessa leið, en ef við viljum fara hana, þá skulum við líka hætta að leita að Jesú. Og höldum bara áfram við þá iðju sem við hefum verið að gera lunga ævi okkar. Við veitum alveg hvernig menn eru. Þannig að það ekki breytingin sem verið að kalla eftir þegar trú annars vegar. Trúin kemur þegar að Drottinn fær að breyta því í þér sem hann vill breyta í þér. Og þú sérð, sumir sjá það fljótt, sumir seinna, að þessi breyting varð að verða til að þú gætir orðið það sem þú til að mynda ert í dag. Hvað ert í dag? Já, þú líklega veist það. Og þú ert farin að sjá til að mynda þá í kringu þig allt öðrum augum heldur þú kannski gerðir til að byrja með.
að því að þú varst með ranga mynd. Eru nefnilega voru nú svolítið upptekin við að hlusta og ekki eru það nú allir sem segja þess sannleika, sem alvarlegt mál, grafalvarlegt mál, sértu þeim megin línu að mata þig á einhverju öðrum sannleika. Hvar menn eru, veit ég ekki, en ég veit að það ýmislegt í gangi og ekki allt rétt sem að gengur. Þú hins vegar líklega gengur fram í því að þetta sé allt saman rétt sem þú hefur heyrt. En það svo? Þú sem ert að leita að drottni, spurðu hann. Og hann mun svara þér. Og þá sjálfsagt koma inn einhverja leiðréttingar sem að kannski setja því svolítið hljóðan. Það allt í lagi. Aðalatrið að leiðréttingarnar eru réttar og þú ætlar að læra af þessum leiðréttingum og þú ætlar að taka við þeim. Og þú sérð að þú getur ekki fylgt manni. Þú verður að fylgja Jesú. Hann skal vera allt í öllu eins og segist vera og er. Það að segja, ef okkur ber gæfa til þess að velja hann núna, hann heitir Jesús. Hann fer góða veginn og þú í kjölfar sporum hans ferð sama góða veg. Hann leiðtoginn. Hann sá sem kennir þér að skilja og þú ferð að átta þig á að þetta leiðin. Og þú hættir að velkjast í vafa hver þessi Jesús er. Núna veistu hver hann er. Þá ertu ekki eins og Filippus, var það ekki hann annar, sem Kristus sagði við, Filippus, ég búin að vera með þér í alla þennan tíma og þú þekkir mig ekki. Það slæm staða að fá slík orð frá honum sem við virkilega elskum, að í raun og veru ég þekkt hann aldrei. Við getum tekið myndina af meyjunum 10. Já, 5 maður hafði slökkt hafði engan log á lömpunum sínum. Það einhvern tíma þekktu Jesús. En svo hætti olían að streyma í tankinn vegna þess að það voru hættar að þekkja í raun og veru. Svo slökknaði á lömpunum. Líklega vegna þess að þær tók ekkert eftir í það væri slökkt á lömpunum. Þarna erum við að tala trú sem ekki lengur logandi og því algjörlega handónýtt. Aðrar 5 voru orðnar eitthvað sleppta líka, en áttu svolitla olíu á sínum könnum og kannski var eitthvað ljós dreitill sem að logaði þráttir allt. En svo kemur kallið, lúður blásturinn. Og þær sem voru tilbúnar, en þó ekki tilbúnar, þær komust með þessar 5 sem trúðu, en leyfðu trúni að deyja í sér ekki. Akkur haldið þið að við séum að tala þessi mál aftur og aftur. Það með til að þetta gerist ekki. Og þú sem ert að stíga þeim fyrstu skref, ekki fylgja manni. Hann heitir Jesús.
sem ætlar að gefa þér trúna og mun gefa þér trúna. Hann dregur þig til þín, til sín. Þú komst aldrei til hans. Hann dróð þig til þín, til sín. Alveg svo ég. Ég kom aldrei til hans. Að ég var ekkert að leita á honum. Ég var ekkert að velta honum fyrir mér. En hann dróð mig til sín. Og nú veit ég 100% hver hann er. Og hvað þetta nafn Jesús stendur fyrir. Ég er búin að fylgja þessu nafni síðan 1989 eins og ég oft talað um. Og aldrei veiklast eitt andartak í að valið mitt sé eitthvað rangt. Það hef ég aldrei efast um. Þess vegna segi ég þér, þú verður að vita hverju þú ert að fylgja. Þannig að þú ætlar ekki að fylgja manni. Þú ætlar að fylgja Jesús. Annars verður þú alltaf bara skuggamynd af sjálfum þér sem trúið manneskja. Það er ekkert látbragð í Jesú. Það er allt saman ekta í Jesú. Þess vegna þarf trú mín og þín að vera ekta frammi fyrir honum. Hann ljáir ekki máls á neinu öðru nema að vera ekta. Þetta er allt saman lærdómur, þetta er allt saman skóli, en hann tekur þið inn og engin annan. Hann heitir Jesús. Það held ég nú krakkar, þetta er gaman að þessu. Ég elska það að tala Guðs orð. Það held ég að þið viti nú sem hafi verið að fylgjast eitthvað með þessu, að svo er. Og þeir sem þekki mig, þið viti það að þetta er trúaður maður. Annars var það, svona ykkur að segja, það var það mig ekkert álit annar á því sem ég er að gera. Ég bara veit hverju ég tilheyri. Og það er svo gott fyrir okkur og það er algjörlega nauðsynlegt fyrir okkur að vita hverju við tilheyrum. Vegna þess að svo margt sem getur verið að brjótast í mínum kolli, þínum kolli, kringumstæðum og aðstæðum. Að trúin, hún má ekkert byggja neitt á þessu. Þess vegna segi það, þú getur ekki fylgt manni. Þú verður að fylgja Guði. Ef þú fylgir manni og eitthvað kemur fyrir, þá ert þú fallinn alveg eins og hann. Þannig bara er það. Þess vegna eru sorgarsögur í kringum eitt og annað sem að við tókum þátt í en er ekki lengur. Filippus, ég er búin að vera með þér allan að tíma og þú þekkir mig ekki. Er þetta ekki saga allt og margra? Akkur þekkir fólk ekki Krist? Það er ekki í raun og vera að leita að honum. Það finnst gott að vera í þessari nærveru. En sjálft persónulega og prívat er það ekkert að leita að honum. Það vill því fylgja einhverjum sem það sér. Og þetta treystir. En það er erfitt að treysta fólki. Allt leikur í lyndi í dag, svo er komin upplausn á morgun. Allt byrjaði þetta vel, en svo fór að bresta í einn daginn. Og sundrung inn í hópinn. Og hann jafnilega skiptast í fylkingar. Af hverju? Þið þekkið ekki Jesús.
Við þurfum að þekkja Jesús. Og þegar við náum að þekkja hann, er líka allt annað í lagi hjá okkur. Þannig bara er það. Þannig að við verðum alltaf að vera með punktinn þar sem hann á að vera. Hann heitir Jesús. Hann heitir orð Guðs. Við erum vel að okkur í fræðunum. Og þá byggjum við utan þetta nafn Jesús fyrir okkur sjálf og við erum að tala okkar eigin trú. Hún verður að vera byggð upp á réttan hátt. Það er mjög einfalt að muna þetta nafn Jesús. Öll getum við munað það og öll munum við það. Þó við þekkjum kannski ekki hann sem á þetta nafn, nema, ekki öll okkar, og það er náttúrulega miður fyrir hvern, sem er í þeirri stöðu að þekkja hann ekki, í Jesú nafni. Við segjum þetta gott í dag og Konráð Rúnar Friðjónsson þakka fyrir sig og heldur þessu góða verki Drottins áfram.